Góða kvöldið, Gretar Mar heiti ég og við erum komnir hérna í spjall með góðan mann, góðan gest, Artúr Bogason, formann Landssambands smábátaeigenda á Íslandi og við ætlum að rekja úr honum gatnirnar hérna í kvöld. Vertu velkomin, Artúr. Takk fyrir. Og hvað eigum við, á hverju eigum við að byrja? Eigum við að byrja á að tala grásleppu sem búið að kótasetja. Já, við getum gert það. Já, hvernig varstu sáttur við þetta? Nei, ég mjög ósáttur við þessa lagasetningu því að ég og hef marglýst því yfir að ég í prinsippi algjörlega andvígur kvótasetningu á smábátaveðar. Þær hafa allstaðar leitt til sömu þróunar að bátunum snar fækkar og það mun ekki verða öðruvísi í þessu tilfelli. Því finnst mér það alveg með ólíkindum að lesa jafnvel eftir sitjandi þingmann þar sem hann fullyrðir að þetta nýja regluverk það muni glæða nýsköpun og nýliðun í grásleppútgerð. Já, sumir eru góðir að fara með öfumæla vísur. Já, þetta er alveg með ólíkindum að meiri segja hörðustu kvótasetningar sinnarnir, þeir hafa allir talað það að það sé alveg augljóst að bátunum muni fækka. Og það getur ekki annað gerst, því að nú til dæmis hægt eftir að Alþingi samþykkti þennan óskapnað sem ég kalla, þá hægt að fara bara í töflu og reikna út hvað hver og einn fengi miðað við úthlutun eins og hún var núna fyrir þessa vertíð. Og ég nú hræddur að margir þeirra sem hafa nú verið skotnir í því að fá kvóta á grásleppuna dreigð í brún. Ég hræddur að þeir verði nú dálítið hissa margir hverjir. En við þessu Landssambandið búið að vara í mörg ár og þessi varnaðarorð þau munu öll ganga eftir alveg eins og þegar við vöruðum við því þegar bátunum var hleypt upp í að vera 30 tonn sem eru 60-70 tonn eða guðmávita hvað og í önnu skipti þegar kvótasetningar hafa dunið yfir smábátalótan. Við höfum alltaf varað við þessu og ég mun sjálfur vara við þessu alveg þá til að mér lokinu verður skellt á kistunum minni. Já, en þetta gert í nafni fríðunar eða fyrirsjáanleika, hverjum verið að þjóta? Það alls konar hlutum borið við og ég reyndi nú að fylgjast aðeins með umræðanum og Alþingi. Ég átti nú bara í erfiðleikum með það eins og mér finnst vera orðið algengar og algengar að fólk sem að fjallar hluti á Alþingi, það bara ekkit sérstaklega vel inn í málunum og verðist fylgja þá frekar einhverju flokkslínu eða einhverjum öðrum slíkum línum að þetta eitt af því sem voru færð sem rök, það að segja fyrirsjáanleiki. Já. Og nú þú gamall skipstjóri og ég spyrði hvort meiri fyrirsjáanleiki fyrir þig að fá að veiða í 50 daga eða fá að veiða 50 tonn. Já. Í hvoru felst meiri fyrirsjáanleiki? Það ekkert neitt fyrirsjáanleiki í þessu annað heldur en það að nú getur viðkomandi aðili sem á 50 tonn, hann getur farið að verðleggja 50 tonnin og selt þau einhverjum. Já, það mun gerast nákvæmlega sama og hefur alltaf gerst áður. Já, og kannski þeir sem að hafa dásama þetta mest, þeir verða hugsanlega eins og til dæmis þegar afla hámarksbátarnir voru kvótasettir. Þá voru fyrstu mennirnir til þess að selja sig út, þá voru þeir sem að tölu það hvað væri dásamlegt að fá þetta, eins og þá getur þeir fengið kvóta, eins og þá getur þeir farið að róa bara heima hjá sér. Þurfti ekki að fara eitthvað annað. Já. Og svo voru þeir búin að selja daginn eftir. Og ég held að það verði voðalega sögð. Sagan bara endurtekur sig. Það
Þetta er bara alla í öllum tegundum sem hafa verið kvótasett hefur þetta orðið raunin á. Sjálfsögðu. Þó að það eigi að vera einhverju fyrirvarar og meir ekki selja fyrir netti 2 ári eða eitthvað, það er bara... Þetta er bara verið að svona bera einhver smá klæði á opnin, sko. Já, en svo fer þetta allt í gang. Já, það getur ekkert annað gerst, sko. En við höfum nú þegar skorað á matvælaráðherra að láta það vera sitt fyrsta verk í haust að aftur kalla þessa löggjöf. Hún er mein gölluð, ekki bara að rökin fyrir henni standast ekki, þessi rökum fyrirsjáanleika, rökum hvað var það, náttúruvernd líku við. Já. Og svo framvegis að þetta er allt saman hjóm eitt. Málið, og þegar sko ein rökin urðu nú þau að grásleppan væri orðin eina tegundin utan aflamars. Já. Ég spyr nú bara, hvaða fjandansmáli skiptir það? Af hverju mátti þessi tegund ekki verið í fríði fyrir þessu aflamarki? Já, það er góð spurning, en þetta er í rauninni finnst manni fáránlegt að gera þessa hluti og gera það með þeim hætti sem er búið að gera. Og þetta er ekki verður til þess að það verða bara örfáir sægreifar sem eiga grásleppukvótann og hugsanlega geta boðið einhverjum upp á að veiða fyrir sig einhverja ákveðin tonnafjölda á hverju ári. Hvernig sem það verður þá held ég að sé alveg ljóst að í staðin fyrir það að eins og þessi ónefndi þingmaður skrifaði að nýsköpun og nýliðun væri skyndilega komin á dagskrá í grásleppuviðum, þá held ég að það verði miklu nær lægi að segja að það sé búið að eyðileggja grásleppuviðarnar við Ísland. Það má segja það. Og það er ein þjóð sem að... Það er kannski bara rétt hjá þér að nefna hvaða þingmaður þetta var, því að hann á að heiður skilið fyrir að segja þetta. Ég sögðu þetta náttúrulega fleiri í pontu alþingis, þetta endeimis bull. Þetta er náttúrulega bara págauka lærdómur. Jú. Þannig að ég þarf ekkert endilega að nefna hann eitt sérstaklega, en hann býr á stóru Skagafjarðar eða því efnahagssvæði sem kallaði svo. Já, stóra Skagafjarðar efnahagssvæðinu. Já, en þetta er einn liður í því að söðla undir sig, sölsa undir sig þessar veiði heimildir sem að smábátaflotin hefur haft úr að móða gegnum tíðina og er hann nú ekki mikill. Já, ég meina alla kvótasetningarnar hingað til hafa miðað því að fækka bátum og það hefur tekist. Smábátarnir voru á tímabili orðnir upp til 2000 í kringum 1990. Þeir eru innan við 1000 í dag, þannig að það segir sér alveg sjálft að þetta hefur alveg virkað. En hverju hefur það skilað? Hefur þetta skilað því að þjóðarbúið þrífst eins og blóm í eggi eða hvað eru menn að tala? Og svona sem dæmi sko, hvað var áriðandi að fækka fiskiskipum, að það virtist engur máli skipta hvort það var tekin út einn smábátur eða einn togari. Það var bara einn. Já. Og þannig var unnið til dæmis í gamla þróunarsjóðunum að menn börðu sér á brjóst eftir því sem þeir gátu mulið fleiri smábátængstöðar upp á öskuhugum. Já. Það er ekki sama hvort þú fiskar 50 tonn á ári eða 5.000 tonn. Nei, þú virðist vera vondur maður eða því langar bara til að fiska cirka 50 tonn, sko. Já. En þetta er mikil sorgarsaga og áttu von á því að atvinnumálaráðherra hlusti eitthvað á matvælaráðherra, meinur þú? Matvælaráðherra. Það er náttúrulega best að vera ekkert að kommenta á það. Við skoruðum á hann að gera þetta og svo getum við bara vonað það besta. Ég held að það hljóti nú að koma að þeirri stundu í ráðuneytinu að þeir átt sjá því hvers konar vanskapnaður þessi löggjöf er. Það eru í henni sko
í þessari löggjöf eru ákvæði sem að eru svo fljótandi og óræð að við sjáum ekki alveg hvernig á að útfæra kerfið þegar það kemur. Hvernig á að vinna eftir því? Ja, nákvæmlega. Getur þú nefnt okkur dæmi um það? Já, til dæmis að það ekki tekið fram sko eftir hvaða formúlu á að miða veiðireynslu, á að miða eftir svæðum eða á að miða það bara eftir bátum eða hvernig ætlar að fara að þegar þú ætlar að fara að skipta á milli svæðana? Já, en svo að bátar hafa hoppað á milli svæða. Ég hefur oft komið fyrir, bæði bátar og menn hafa hoppað á milli svæða. Það hvergi gerð neinn tilraun til þess að skýra þetta og það kannski bara gott á það þannig í ráðuneytinu að fá að glíma við þetta þegar þar að kemur. Því að það eru fleiri og fleiri sem átt að sjá því að það er þetta hringi í ráðuneytið. Ég hans hræddur að verði nú dálítið volk símtölun í ráðuneytið þegar menn fara átt að sjá því hvers konar della þetta er. Þýðir þetta ekki málaferli frá fjöldamanns? Sko nú ætlum ég ekki að fullera eitt eða neitt um það, en sko viðbröð Landssambandsins til að byrja með. Svo hætt fyrir hendi allavega. Já, við erum búin að fá fullt af símtölum sko. Já. En sko fyrstu viðbröðin sem að ég tel að séu langt skynsamlegust í þessari stöðu af hendi Landssambandsins, það er að við erum með í vinnslu erindi til umboðsmanns Alþingis og það verður nú væntanlega á einhverjum svipuðum nótum og umboðsmaður fékk frá Hval HF. Og hann var nú ekkert mjög lengi að svara því og komst að þeirri niðurstöðu að þáverandi matvælaráðherra hefur bara einfallega brotið lög. Ég er búin að lesa þetta að ég tel mér til skilnings og ég get ekki séð að atvinnuréttur grásleppukalla sé atvinnufrelsi grásleppukalla sé eitthvað minni heldur en Hvals HF. Nei. Þannig að ég hlakka dálítið mikið til að sjá hvernig hann svarar því erindi en þetta erindi er í undirbúningi og ágætt að menn viti það. Já, en þetta er góð svíti að það hefur verið að vinna eitthvað í þessu að reyna að lagfæra þetta. Já, við látum þetta ekki, við ætlum ekki að leggjast á baki með skankan upp í loft. Sko. Nei. En þetta er dálítið merkilegt en varðandi grásleppuna meira. Hvernig lítur út með markaðsmál í grásleppunni í ár? Verðið á henni hefur nú aðeins hækkað frá fyrra, en verðið á henni er mjög lélegt. Þetta er ekkert verð fyrir hennan fisk því miður. En ég tók eftir því að það var verið að bjóða háverð fyrir páska. Já, það er bara föst. Það er árvist. Fastu tíma hverju ári að það er alveg gríðarlega háverð á ákveðnu tímabili í Danmörku. Og þetta helgast af bara hefð sem að Danir hafa komið sér upp að borða fersk grásleppurogn. Ef þú ert stattur í Kaupmannahöfn í byrjun árs þá skaltu endilega drífa þig á eitthvað restaurant sem býður upp á þetta því að þetta er algert salgæti. Og ég skil ekki akkur þetta er ekki á 10 restaurantum hér í Reykjavík og út um land. En það er, ég held að við ekki kveikt á því en þá. Já, ég held að við einhvern tíma gert einhverja tilraun með þetta en ég get bara lofað öllum þeim sem að að hlusta á þetta. Þetta er algjört salgæti. Já. Og þannig skýrist þetta gríðarlega háa verð. Restaurantinn og þeir sem að höndla með þetta, þeir eru tilbúinir að borga þessi gríðarlega háa verð. En síðan líkur þessu tímabili og grásleppuvertíðin sjálf fer í gang. Eftir páska massa veiðin þá fer þetta verð alveg þráð beinustu leið niður til svartakalsins. Já, lækkar jafnvel helming. Miklu meira. Eða meira. Miklu meira, já. Því miður, þetta er svolítið sorglegt sko, en síðan náttúrulega hefur það fannst markaður loksins fyrir búkin, restin af þessu greiði. Og ég hef ekki heyrt mikið af því að sá markaður sé eitthvað að taka við sér. Hann var í Kína. En hver veit, kannski tekur það við sér aftur, það er vonandi. Það er annað sem er alveg synd að sé ekki almenn vitneskjum. Það er hvers konar herramanns matur fersk grásleppa er. Já, og þá áttu við kveljuna á henni. Nei.
bara fiskinn, já, fiskinn, grásleppu. Þetta bara topp matfiskur. Alveg sama hvort þú steikir hann. Og þá ertu ekki að tala rognin. Nei, ég bara að tala fiskinn, bara flökinn. Þau eru að vísu alveg hræðilega lágt hlutfall af þessari skepnu. Það ekki nema einhver 15% eða eitthvað svoleiðis sem eru flök, held ég. Það nú margir gamlir Íslendingar til sem að lifðu stóra hluta ári á síginni grásleppu. Já, það allt unnurella, þessi sígna grásleppa. Ég ber fulla virðingu fyrir því að menn ég tegði þetta en ég kemst ekki niður. Svo annað sem líka að við erum ekki að veiða neitt rauðmaga sem heiti getur. Og alveg lítið. Það svolítið merkilegt með rauðmaga sko í til dæmis Nýfundalandi sem var náttúrulega sko á tímabili stærsta roggkelsa veiði þjóð heims. Þar var bara algjörlega bannað að drepa rauðmagan. Og það tengdist að ég held ekki neinu öðru heldur en svona gömlum bara einhverjum þjóðsögum. Já. Það eins og með minni að það sé eitthvað svipuð afstafa var í Noregi. Þeir veittu talsvetta grásleppu þá til að þið settu hann í kvóta eftir hvarf veiðin. Að ég held að hafa verið svipar ástæður en hérna eru menn ekki með neina fóbíu gagnvart því að borða rauðmaga. En það hins vegar bara veitt mjög lítið á hann. Já. Það eru fáir eða engir sem að leggja rauðmaga net. Jú, það alltaf einhverjir. Já, það einhverjir. Já, það alltaf nokkrir sko. En það var svoleiðis hér á árum áður fyrir 30-40 árum að þá lögðu menn alltaf rauðmaga net á undan grásleppu. Já. Þeir eru til sem að stunda ekkert grásleppu við þar en leggja rauðmaga net. Hérna? Hér á Íslandi? Já. Það alveg til í því en framboð á rauðmaga náttúrulega alveg hræðilega lítið. Í fyrsta skipti í áratugi sem að ég komst ekki yfir rauðmaga í sem sagt byrjun vertíðar, það var núna. Já, í ár. Já, núna í ár. Já. Ég vona einhver heyri í mig sem að kannski að fá 1 eða 2 og má senda á með hraðpústi. Akkurat. En þetta dæmi með grásleppuna og kvótasetningu og grásleppu eru náttúrulega beinlínis að þínu mati þá afturför. Já, ég lít á, eins og ég sagði í upphafi, ég lít á allar kvótasetningar smábátaveiða sem bara aðför að slíkri útgerð. Og þegar koma fram stjórnmálamenn sem tala það að efla strandveiðar og svo framvís og einhenda sér svo í það að kvótasetja grásleppuna, þá fer ekki saman hljóð og mynd. Nei, en það annað. Stundum hefur verið sagt Landssamband smábátaeigenda að þetta væri bara lítið og LIU og hefur sömu hagsmuna gæta. Ertu sammála því eða ósammála? Ertu sammála því að samstöðin sé litli moggi? Nei, ég bara svaraði þessari spurningu svona því að það svo fáránlegt að vera að bera okkur sama við LIU. Við berjumst fyrir frelsi til fiskveiða á sama tíma og þeir þeir berjast fyrir skortkerfi. Þeir vilja halda þessu kvótakerfi sem skortkerfi, að byggir á því að veiða lítið þannig að verð aflaheimildarna haldist mjög hátt. Við höfum barist fyrir frelsi til veiða en ekki skorts. Að vera að bera okkur saman, þetta ætta úr einhverjum röðum þeirra sem bara illa við smábátútgerð. Nei, það kannski ekki hægt að setja það upp svoleiðis því að þetta náttúrulega... Ég geri það bara víst. Strandveiði flotinn á allt öðrum basis heldur en Landssamband smábátaeigenda sem eru með kvóta eiga veiðiheimildir og kvóta. Þetta er bara Akkur segir það sé af því ég veit það en þú veist það greinilega ekki. Langflesti strandveiðimenn á Íslandi eru í Landssambandi smábátaeigenda. Já, ég veit það, Artúr, en ég veit líka að það eru margir aðilar í Landssambandi smábátaeigenda sem að gera út línubáta eiga veiðiheimildir. Þeim hefur því miður farið fækkandi. Já, en þeir stofnuðu til dæmis sér samtök sem að heita samtök
smærri útgerða eða eitthvað í þeim dúr. Já, þeir fóru út úr landssambandinu. Já. Þá getur ekki sagt að við sem að verja... En þetta var í upphafi þegar að landssambandi var stofnað. Þegar landssambandi var stofnað, þá vorum við að berjast fyrir frelsi til veiða. Ég veit það, en það voru sumir sem áttu kvóta í landssambandinu. Í upphafi? Ekki upphafi, ekki í startinu. Hvenær stofnuðu þið landssamband smábátaeigenda? Það var í desember 1985. Já. Þegar það var ljóst að það átti að drepa þessa útgerði í dróma með kvótakerfi. Já. Að þá bara til allra guðslukku þá sáu menn að nú þyrfti að taka saman höndum þó að væri náttúrulega alltaf einhverju með það á hreinu að þetta væri tómvilsa að vera að stofna eitthvað félag, en það hefur nú heldur betur afsannað sig. En það var náttúrulega raunverulega rýrt félagi þegar að menn byrjuðu að fá lögum breytt það að bátar þyrfti ekki að vera 15 tonn á minni, heldur allt upp í 30 tonn á minni. Þetta er alveg rétt. Og þeir byrjuðu að sanka til sín kvótum á þessa 30 tonna báta og eru að veiða í sömu púllíu og raunverulega strandveiði bátarnir er að veiða úr. Nei. Hvaða púllíu ert þú að tala um? Ég er að meina það sem var úthlutað til smábáta. Já, þú ert að tala um 5,3%. Nei, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um að smábátar á Íslandi sem voru undir 12 tonn á sínum tíma þegar þetta var stofnað, var það ekki? Jú, það var á einhverjum undarlegum ástæðum breytt í 10 tonn. Já, en það var þannig að þá var ákveðin púllía í þessu, reyndar bara fyrst á þorski, svo máttur vera með meðafla í löngu keilu, ufsa og ísu og öðrum tegundum. Já. Síðan er allt kótasett og þá gerist hægt og rólega. Þá gerist það hægt og rólega og þar að leiðandi fara menn að sanka að sér kvótum á og breyta reglunum smábáta í stærri báta. Já, og í bæði skiptin sem voru heimilaðar stækkanir smábáta á mótmælti landssambandið í fullum hálsi og við bentum á afleiðingarnar sem að gengu eftir að kvótarnir myndu safnast inn á miklu færri hendur og svo náttúrulega það er búið að gera mjög ítrekkaða tilraunir til þess að brjóta niður eldveginn á milli krókaflamarsins og aflamarsins og kannski tekst þeim það fyrir rest og þá er þetta allt saman farið inn í borgartún. En að það sé gert að undirlagi landssamband smábátaeigenda þá eru menn standar í einhverja annari vítt heldur ég. Já. Nei, það er gott að heyra það að það sé barátta í ykkar félagi að halda þessu áfram óbreyttu. En þið hafið fengið á ykkur högg eins og þessa stækkun á flotanum upp í 30 tonn og þar að leiðandi er mikið af smábátum sem voru keyptir upp og kótarnir sameinaðir á þessa litlu stóru báta sem orði komast. Að 30 tonna bátur tók kannski kvóta af 10 litlum bátum. Já, jafnvel meira. Jafnvel meira. Þannig að þetta er áhyggju efni af því að það er engin vaf það að það eru smábátarnir sem að hleypa lífi í hafnir landsins hringinn í kringur landi. Á línuveiðum á haustin, á handfæraveiðum yfir sumarið úr þessum krókaaflamarki er allt annað umhverfi í höfnum landsins af því að þær eru að virka og það er synd ýmislegt sem hefur verið gert eins og taka línu tvöföldunum af og annað þess áttar sem voru til að hjálpa þessum bátum. Já. Ekki var það gert með samþykki landssamband smábátaeigenda? Nei, ég er að segja að það eru svo mörgum sviðum, Artúr, sem er búið að vera að ráðast raunverulega á þennan flota.
fækka í honum. Heldur að mér sé ekki þokkalega kunnut það? Ég á ekki von á öðru. Bara svona endurtekið efni sko að matvælaráðherra ákveður að bæta við 2000 tonnum í strandveiðipottin. Já. Að það sko sama liðið og síðastliðin 16 ár fer bara á límingunum og það meiri sér skrifaði leiðar í Morgunblaðinu þar sem við verðum að tala sko talið upp allt gjammið úr þessu liði með óhagkvæmni, lélegt hráefni, slysahættu og ég veit ekki, bara allt tínt til. Þetta sama ruglið sem þau eru búin að halda fram alveg frá því að fyrsti strandveiðiróðurinn var farinn árið 2009. Og það virðist engu skipta þó að jafnvel kaupendur og strandveiðifiski séu stórir aðilar í SFS að þeir halda því fram að menn í strandveiðunum kunni ekki að ganga fisk. Þetta eru sömu menn og að vinna á skipunum þeirra í mörgum tilfellum. Já. Eru þeir þá svona lélegi kennarar að þeir hafa ekki geta komið inn í hausinn á þeim hvernig á gangu matvæli eða? Þessar fullyrðingar að sé ekki góður fiskur á smábátum bara afsannar það þegar þú ferð í markaðin og verslanir erlendis að kaupa íslenska fisk að þá þú að borga hæðsta verð fyrir krókað fisk frá Íslandi, línufisk og... Reyndar Noregi líka, þeir eru búin að fatta þetta líka. Já, þeir eru að átta sig á þessu og þeir eru að ná hærra verði fyrir og það eru fiskvinnslur hérna án útgerðan margar sem að verka í flug og senda með flugvélum út og í skipum líka unnin fisk og að fá hærri verð fyrir þennan línufisk og færafisk heldur en fæst fyrir trollfiski. Já. Ég meina farðu bara á næsta fiskmarkað ef það eru til kör með togaraísu og línuísu hlið við hlið og spurðu sjálf að hvort myndi ég nú vilja taka heim í mat til handa krökkunum mínum. Já, þetta vita allir og tala nú ekki þegar þú ert að kaupa fisk af dagróðra bát sem byrjar að draga kannski klukkan 7-8 á morgnana og komin í land seinni bara dags og fiskurinn farin í gegnum vinslu jafnvel samdægus. Já, eða bara handfærabát eins og ég var að tala við einn vinn minn fyrir Norðurlandi núna í hádeginu. Hann hafði farið á sjó í nótt. Hann var 3 tíma á miðin. Nei, hann var 2 tíma á miðin, fyrirgefðu. Hann var 3 tíma á náskammtinum og svo var hann 2 tíma að fara heim. Þannig að það liðu 5 klukkutímar frá því að hann dró fyrsta fiskinn þá til að hann var að landa fyrsta fiskinum. 5 klukkutímar. Þannig að vera að halda því fram að það séu léleg gæði á nánast lifandi fiski, þetta náttúrulega ekki svaravert. Nei, enda ef þú skoðar svo bara hverjir fá hæðstu fiskverðin á fiskmarkaðunni hérna, þar sem þetta boðið upp á Íslandi. Hvar sem það hringin í kringu landið, þá eru þeir í hæðstu verðum, færabátarnir og línubátar ef þeir eru að róa og eiga einhverja kvóta eða veiðiheimildir. En togari sem að koma í land eftir 4, 5, 6 daga, hann með allt öðruvísi vöru. Já, ég ætla hins vegar alveg að leiða mér að segja að gæði togarafisks ekki eins og þegar við vorum hérna í Galandaga á fyrstu skuttóðunum. Nei, hann í lagi, hann alveg í lagi og hann keldur og allt það. En það bara munur á því hvort hann splunkunýr eða 3-4 daga. Það bara munar aðeins, ekki neinum helling. Nei, en það líka annað og sem þetta í verðlagningunni. Já, líka bara í ímyndinni að vera annars vegar með nánast lifandi fisk eða vera með fisk sem að lést í síðustu viku. Já. Það alveg einn þátturinn í þessu. En þið sem eruð að berjast fyrir þessa smábáta,
það er olíueyðslan per kíló. Já. Sko, þegar það talaði um olíueyðslu og smábáta, þá kemur nú í ljós með smábáta útgerð á því sviði eins og að flestum að meðaltöl eiga mjög illa við smábátaútgerð. Já, já. En ég get hins vegar sagt þér eitt að ég átti samtöl við menn í dag fyrir vestan, fyrir austan og hérna í Faxaflóa. Já. Og ég spurði á að ganni hvað þeir væru að eyða í olíu. Já. Ég hef reynda gert á hver einasta ári og að þannig ég þóttist nú sirka vita svörin en var ágætt að fá þetta staðfest. Já. Sá sem að var langhæstur í olíueyðslunni, Já. það er stór smábátur fyrir norðan sem að eyðir að meðaltali 230 lítrum í túr og hefur verið að meðaltali að fá skammtinn, eða 750-80 kíló eða eitthvað svoleiðis. Já. Þannig að viðkomandi er þá að eyða 0,3 lítrum á hvert veitt kíló. Það var það hæsta sem ég heyrði í dag. Annar fyrir Norðurlandinu sem ég heyrði líka. Hann var með talsvert minni eyðslu og hann hafði jafnframt fyrir að tala við félaga sína bara fyrir nokkrum dögum eða bara í gær eða eitthvað á bryggjunni sem að voru á sómabátum sem voru að fara álíka langt og hans með 230 lítrana. Já. Að þeir eru gjarnan í kringum 190 til 200 lítrar. Síðan heyrði ég einu sem að rær frá Patreksfirði. Og þá þetta tala um róðurinn, höfn úr höfn. Já, höfn úr höfn, já. Ég er að tala bara um olíueyðslu þeir með skammtaður ákveðin kílóafjöldi sem þeir mega við á dag. Þeir þurfa að koma sér á miðin, þeir þurfa að vera á miðunum og þeir þurfa að koma sér heim. Svo talaði ég einn sem gerir út frá Patreksfirði og ég spurði hversu vel fylgistu með olíueyðslunni hjá þér og hann sagði, já, ég get bara sagt þér það að meðal olíueyðsla í túr hjá mér er 191 lítri. Þannig að hann fylgist nokkuð vel með þess á. En svo hafði ég náttúrulega langmest gaman af samtali sem ég átti við ágætis vin minn hérna í Reykjavík að hann er á hæggengum bát, litlum hæggengum bát sem er bara skel 26. Að hann er búinn að fara 16 róðra það sem af þessu sumri. Já. Hann er búinn að ná skammtinum í öllum nema einum held ég. Hann eyðir að meðaltali 25 lítrum í ferð. Já. Nú hef ég ekki beinar upplýsingar um það hvað togarar eyða við togveiðar. Það er svo breytilegt. Það er örugglega mjög breytilegt en málið er það að þegar togari leggur úr höfn þá byrjar hann strax að eyða ákveðinu magni per klukkutíma eða eitthvað í þeim dúr. Það fer ekki minni olíueyðsla í það að toga. Nei. Og gæti fyrir meiri eða eru konum með upp í 3 troll í raskatið. Og þeir þurfa að keyra heim. Já. Og ég talaði við einn margreyndan skipstjóra í dag, togara skipstjóra, og hann sagðist halda að þetta væri á bílinu 500-700 lítrar á klukkustund sem þessi skipur eyða. Þú er ekki ábyrgist það, þetta er bara tala sem ég var sögð í dag. En þá ertu strax komin upp í 0,5-7 miða við svona sirka meðaltalsafla ef maður fylgist með aflafréttum og sér hvað þeir eru að landa. Þannig að þeir eru alltaf að eyða mun meiri olíu. Nota bene, það sem er náttúrulega merkilegt þetta er að gaurinn sem að eyddi 230 lítrum í morgun í einn dagskamt, hann er með skammtaðu 774 kíló. Samt er hann þetta lár í olíueyðslu. Hann nýtir 3 klukkutíma við veiðar, hann gæti hafa nýtt 12. Við skulum bara dobla tíman sem hann væri að veiða. Já. Og hann hefði fengið að veiða helmingi meira. Já. 1,5 tonn. Já, við höfum alveg tekið þessa umræðu. Málið er það, leiðu ferða leiða umræðuna inn í þetta, þá ertu að svona teima fólki í áttina að kvótasetningu. Og kvótasetning strandveiða over my dead body. Það má aldrei verða.
Nei, en ég held nú sem betur fer að fáir séu á þeirri línu í dag. Það eru öruglega til. Ég hef Jú. heyrt í einhverjum sem að finnst bara mjög skynsamlegt að kvótasetja þetta allt saman. En þeir hins vegar eru ekki eins kannski vel að sér í sögunni, bara hvernig þetta kerfið er komið til. Nei, hvernig það hefur þróast. Og ég get lofaði því að ef þeir kvótasetja núverandi strandveiðar, þá skal verða stofnuð samtök strax og byrja að róa og heimta að fá að veiða úr þessari auðlind sem á að vera sameiginleg auðlind en ekki enga eign örfára manna. En það hafa nú menn farið í fæting og baráttu út af þessu. Og fyrst má nefna náttúrulega Valdimarsdóminn. Já. Þar sem að þetta var talið vera ólöglegt. Já, sko, Valdimarsdómurinn snerist það að hann sótti annars vegar veiðileyfi og hins vegar kvóta. Já. Hann fékk veiðileyfið en engan kvóta. Já. Sá dómur snerist það, sko. Já, en enga síður var þetta það að væri verið að brjóta atvinnufrelsi á mönnum. Já, hann fékk veiðileyfi en hann þurfti þá að kaupa sér kvóta. Þeir snerist þannig út úr þessu. Já. Og en þú ert vantilega líka með vatnir á dóminn í huga? Já, hann er reyndar aðeins öðruvísi. Já, hann er talsveit öðruvísi og síðan sko fóru tveir menn að ég held á Dragnót fyrir vestan og lönduðu afla og það fóru allarleið til mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna sem að úrskurðaði að kvótakerfið bryti í bága við mannréttindi. Já. Og það liðu 2 ár þá setti Steingrímur og Sigfússon bráðabirgðalög strandveiðar. Já. Og það var ekki árið síðar sem að Jón Bjarnason skrifaði undir lögin að sko eftir því sem ég best veit þá leitaði ráðuneytið á sinni tíma eftir því við mannréttindanefndina hvort það væri nóg að gert að setja upp þetta strandveiðikerfi og samkvæmt mínum upplýsingum því sem ég best veit ég er ekki að fullera að ég viti alla skaphaluti í þessu, en þá svaraði nefndin því einhvern veginn þannig til að þeir ætlu ekki að skipta sér frekar á málinu. Sem má þá lesast... Nei, ég held að þeir nota ekki orðið að sinni hjá mannréttindanefnd. Nei. Ég held að þeir hafa bara sagt að afskiptu nefndarinnar að þessu væri lokið. En sko það sem að ég vil gjarnan koma inn á, varðandi, ég hef alltaf verið átt til skotin í því að geta skotið málum til dómstóla og ég stakk umsögulust upp á því þegar grásleppu kvótafrumvarpið var samþykkt að við skildum fara með þetta til umboðsmanns og það er náttúrulega ekki það sama á dómstól en í gegnum tíðina þá hef ég margsinn slagtað til við stjórnlandssambands við förum bara í mál með þetta en ég þarf líka sitja aðeins frá strák mínum eins að það eru 2 hliðar á því að fara í mál jafnvel fleiri. Í fyrsta lagi við getum að tekja alveg hrikalegan tíma sem gefur stjórnvöldum bara frítt spil að koma fram við menn bara eins og þeim sýnist. Það er númer 1. Númer 2, þú gæti tapa málunu og það gæti verið hræðilegt. Og bara sem dæmi, það hefur 1 mál varðandi grásleppuveiðar meira segja, ratað til mannréttindadómstóls Evrópu. Ég held að sé ekkit rosalega margir sem mun eftir þessu eða vita þessu. En það sem sagt fór fyrir mannréttindadómstól Evrópu mál eigenda sjávarjarðar þar sem hann taldi sig ekki þurfa sérstakt leyfi til þess að veiða innan netlaga. Hann átti út á 120 faðma. 115. Og þetta fór fyrir mannréttindadómstólinn. Hann tapaði málinu. Og þá hrekkum maður svolítið tilbaka. Sko. Það er ekkit gefið þó mín réttlætiskennd segir mér allt það að ég hafi bara rétt fyrir mér þegar ég segi að á að gefa handfæraveiðar á Íslandi frjálsar. Það er bara mín staðfasta samfæring. Það myndi ekkert skaða, það myndi lífga upp á hafnir, lífga upp á atvinnulíf, svo ég noti nú frasa ónefnds þingsmanns, það myndi leiða til nýsköpunar og nýliðunar. En ég er ekki svo vitlaus að halda að ef ég myndi nú rjúka í lögfræðing og heimta, ég ætla að fara í máluríkjum sem ég vil fá að veiða frjálst á handfæri mín. Ég er ekki alveg viss ég myndi vinna það, sko. Það er ekki líklegt að... Ekki miðað við þetta umhverfi sem við erum að vinna í, sko. Nei,
og hvernig dómstólar taka á hlutunum. Já, ég ætla svo sem ekkert að gera lítið úr dómstólum. Þeir glíma nú við alls konar vandamál örgulega alveg án minnar hjálpar. Sko. Já. En þetta er hérna dálítið merkilegt samt hlutskipti eiginlega litla mannsins að berjast fyrir því að fá að vera til og fá að lifa. Er þetta ekki bara saga mannkynnsins? Jú, á mörgu leyti það en þetta er samt óvenju hörð átök. Nú eru þið sakaðir til dæmis það að vera gráðugir að vilja að fá meira að veiða og matvælaráðherra hafi látið undan þrýstingi og frekju og græðki þér og þínum mönnum. Já, það er bara fínt. Það er reyndar orðnir einhverju áratugi síðan að trombaði nú ónefndur þingmaður. Hann nú reyndar látin held ég ætla nú ekki að fara að nafngreina hann að hann trommaði upp í ræðustól Alþingis og kallaði trilluga frekjuhunda. Já. Þannig að þetta er svona bara gamla plat hann sett á aftur, sko. Jú. Nei, þeir mega kalla okkur öllum ítlum nöfnum. Ef þeim líður eitthvað betur, bara be my guest. Nýir forsöngvarar mættir. Já. En þetta er samt á þeirri leið að það eru bara örfáar fjölskyldur í landinu sem að hirða allan arðinn af íslensku sjávarútvegi í dag. Og það er ekki hægt að sætta sig við það. Ísland síðustu 150 árin byggði sig upp bara fyrir tekjur sem voru til úr íslensku sjávarútvegi. Fóru úr torfkofum í steypt hús og tréhús eða spýtuhús, lögðu rafmagn í allt landið, síma, vegakerfi, spítala á öllum landshlutum. Taktu svo eftir í allri þessari upptalningu, þá vogar núverandi eigendur auðlandirinnar sér að segja, útgerðin var alltaf á haustnum. Já. Hún var ekki meira á haustum með það að það tókst að byggja upp þetta land í gegnum sjávarútveg. Landið byggðist upp fyrir daga kvótakerfisins. Áður heldur en að arðurinn fór að renna í örfáa vasa. Einmitt. En svona skemmtileg hlið á þessu frekjutali að ég rakst á grein eftir Magnús Jónsson veðurfræðing í Feiki sem þarna gefið út á Skagfirska efnahagssvæðinu. Já. Að það kemur í ljós í þessari greinans að fisk, seafood að þeir þóla ekki lengur að trillukallarnir fái allan byggðakvótann. Þessi 140 tonn sem að Skagaströnd hefur fengið. Ekki Skagaströnd, Skagafjörð. Það að segja Sauðárkrókur og Hofsós. Já. Svona maður orðin glaður. Að nú þólaði þetta ekki lengur og búin að kvarta við ráðunettið að það sé ekki farið að leikreglum og eitthvað í þeim dúr. Þetta er fyrirtæki sem er með 21.000 þorskígildi. Þetta eru 140 þorskígildi sem við verðum að tala í þessum byggðakvóta og þeir gera sér rellu yfir því að þessi kallar, það hefur verið einhverjir, minnir að séu 15 eða 18 bátar sem hafa notið góðsöðu þessum byggðakvóta, þeir gera sér erindi til þess að djöflast í þessu. Það eru 5 til 10 Þetta er svo lítil hugsun finnst mér á bakvið þetta. Og mér er í raun og veru slétt sama þó að væri hægt að vitna í einhverja reglugerð og snýrð upp á handlíkin á reglugerðinni. Já, þetta er ekki alveg samkvæmt leikreglunum sem að bla bla. Mér er bara alveg sama að láta sig hafa þetta að vera nöldra yfir þessu. Jú, það bara virðist vera að það sé barist hvert kílógramm. Já, maður ætti halda það. Að það sé bara ráði hag
skattfíska efnahagsvæðisins hvort að það næst hluta af þessum kvóta. Talandi rökin hérna fyrir hérna sko hvað sé hræðilegt að þeir fengu hérna 2000 tonn í viðbót í pottin. Þá glimtu þeir alveg einum rökum. Ég beið alltaf eftir að sjá það í sko lesningunni. Nei, þeir glimtu því. Það að sko þetta náttúrulega setur þorskstofninn í stór hættu. Já. Þeir bara glimtu því. Þeim var svo mikið í mun að koma því að þeir væri svo miklu betri að græða á því að veiða fisk að þeir bara glimtu því að þessi 2000 tonn þau munu öruglega að gera úttæðu þorskstofn. Já, skekkja heilda dæmið. Hvað 2 ár síðan að hérna matvælaráðherra þáverandi, Svandís, hún sendi erindi í Háró og spurði hvaða áhrif það hefði á þorskstofni eða er bætt 1000 tonnum við pottinn. Og þeir svöruðu alveg að bræði, það hefur bara neikvæð áhrif á þorskstofnin. Já. Sko, manni fallast nú stundum hendur, sko. Já. En það er nú fleiri afrek sem að pólitíkusar eru að gera. Þið hafið náttúrulega lent í því á litlu bátunum að stærri skip hafa verið að komast nær landi og fengið að fara nær landi, bæði með stærri vélar og lengri skip. Já. Og það er allt á hvað ég var að kalla það grænum forsendum gert. Já, það er farið að kalla allt grænt sem að hérna dregur úr olíuðslu og það má sjálfsagt til sannsvegar færa. En það er bara fleira eldur en olía sem að getur verið skaðvænleg ef hún er það þá. Mínur efasemdir það. En sem sagt það virðist þannig er einmitt mjög gott dæmi sko hvernig hvað er rekst á annars horn. Það var stofnuð hérna alveg svaðaleg nefnd sem hét Auðlindin okkar. Og ég hérna satt fyrir hönd Landssambandsins í þessari nefnd. Mér reyndar ennþá alveg hulur ráðgátt á til hvers ég satt þarna því að það var ekkert samráð, loka samráð haft, það var engin skýrsla birt þannig að mann getur rýnt hana og sendt athugasemdir. Það var bara haldin hérna grand kynning hérna á, reyndar ekki á Grand, heldur hérna á Hilton. Á einhverju hótelinu. Já, og þar var þetta allt saman lofað í ástert og sagt að vinnunni væri lokið. Svo bara nokkru dögur seinna hafa boðað til einhvers lokafundar. Ég lét ekki sjá mig þarna. Þetta var bara hlægilegt hvernig var staðið að þessu. Að þar var sko meðal annars verið að tala sko alla þessa grænu þætti. Á sama tíma þá vorum við með skýrslu sem að birtist í tímaritinu Nature og hún á að vera það sem að heitir á einhverjum máli ritrýnd. Örugglega einhver gæðastimpill, ég veit það svo sem ekki. Að sem sagt þegar togari er að toga með botnlægum veiðarfærum þá rótar hann upp svo miklu magni af CO2. Nú veit ég ekkert þetta. Ég hef aldrei verið þarna niðri þegar svona verið að toga sko, en ég hef séð myndbönd og það er vissulega þyrlast upp hellingur af ryki og svo framvegis og ég hefast ekkert það. Mold og drulla. Það hefur umhverfisáhrif og allt það. Við lögðum fram þessa skýrslu í nefndinni. Henni var bara eitthvað, hérna, hvar er skúfan? Það var ekki hlusta á þetta, kjaftaði. Það bara hérna, við erum bara með okkar stefnu, við ætlum að gera þetta og þetta og þetta og það var ekki hlustað á þetta fólk sem satt í þessari nefnd. Nei. Hann kom nú hingað í fyrsta þátti sem ég var með hérna sjávarútvegsspjall Atli Hermannsson og fór yfir skýrslugerðina sem ráðherrar frá 1900. Ég sá þennan þátt og hérna, hann gerir þetta bara mjög vel. Já, fór yfir þetta í smá atriðum og kostnaðin sem að rugglið í því sko. Og allt í kringum þetta. Ég ætla samt að taka alveg sérstaklega fram. Það eina sem ég hafði út úr því að sitja þessar nefnd, það var að eyða bensíni á trukknum mínum að keyra hann út í þennan nauthól. Ég drakk reynda að fá mér kaffibolla á hverjum fundi sem ég sótti og það kom fyrir að var svona kannski eitt svona crossend hotn. Það voru nú hérna, þannig að sko laun
þau voru ekkert fyrir hendi, ég vil bara að sé á hreinu. Nei, bara starfsmenn. Þetta kostaði fleiri 100 milljón. Já. Það er málið. Já. Ég myndi gjarnan vilja bara sjá Excel-skjal hvert fóru allar þessar milljónir. Já, hvert fóru þessi peningar. Já. En það er oft verið að búa til glæsilegar svona myndbandssýningar. Já. Glæru sjó og teikna hlutina upp. Já. Eitthvað ægilega fallega, en það kemur ekkert út úr þessu og er ekkert gert með þetta þegar upp í staði. Það er málið. Við erum bara búin að horfa á þetta, eiginlega allan okkar starfsveril, horfa upp á alls konar gjörninga. Já, taktu eftir því til dæmis með þessa auðlindin okkar. Ég spurði tiltölulega snemma í ferlinu hvort það yrði gerð skoðanakönnun meðal þjóðarinnar það hvað inni þætti svona ákveðna þætti í sjávarútveginu. Og það var sagt, Svandís var fundarstjóri, undarlegt og það var nú, að hún svaraði bara leið, já, það verður gerð skoðanakönnun. Það var bara fínt, ég var alveg rosalega og lýsti strax yfir mikill ánægði með það og það yrði vonandi spurt út í þá stuðningu í strandveiðar. Það kemur í ljós þegar að þessi skoðanakönnun kemur út að það er yfir 72% þjóðarinnar sem bara styðja það að strandveiðarnar séu styrktar. Já. Hvað var það því allir saman í tíð Svandísar minnsti? Ég var ekki var við það. Það er góð spurning. En það er til dæmis, ég var í sambandi við Íslending sem er útgerðarmaður í Noregi. Já. Og hann var að segja mér þá sögu að nú ætluðu Norðmenn að skera niður hjá sér veiðiheimildir í Barentshafi og við Noreg. En það er ekki hreyft við kistflotanum eða strandveiðiflotanum. Fiskalagið. Já. Það verður ekki hreyft við því. Nei. Þeir halda sér óbreyttir. Skerðingin verður á stóru skipi. Þetta er eitt af því sem að mér finnst svo sorglegt með íslenska fiskveiðikerfið. Það er básúnað út allan heim að Íslendingar hafi fundið upp bara einhvern óraunveruleika, þetta sé svo gott kerfi. Já. Þetta er samt svo illa lukkað að það er ekki einu sinni hægt að leyfa litlum bátum með handfæri að veiða frjálst við strendur landsins. Þetta verður ekki lukkast betur en það. Nei. Já, það lítur að vera niðurstaðan. Og öllum líkjendum faraðar að eldast við menn sem er að veiða með stöng á bryggjónum. Ég er búin að kalla eftir því. Ég heimta að það verði tekna skýrslur að veiði eftirlit fiskistofu. Það er ekkert betra að gera heldur en að senda þess að dróna út allt. Þeir geta hort á þetta nánast út úr. Nákvæmlega. Það er tími til komin. Hugsaður, það eru jafnvel pólverur hérna að veiða 10 kóla á dag í Reykjavíkur. Hvað verður kólastofnin? Já. Það er ótrúlegt að þetta bara viðgengst. Þetta sé látið óátalið. Segðu. En Artúr, við erum nú að fara að ljúka þessu, en þig langar væntanlega að segja eitthvað svona að lokum í sambandi við þessi mál. Hvað liggur þér helst á hjarta? Ég bara þrái þá stund þegar verður hugafast breyting í íslenskri pólitík. Að hún færi sig frá þessari sérhagsmuna gæsku yfir í það að huga að rétti almennings. Ég hafði þetta bara ekkert lengra en það. Það er nú kannski átti þetta ekki að vera lokhorn? Jú, þetta er og svo bara heldur áfram. Vel sloppi hjá þeir að segja þetta í svona fáum orðum, því við erum búin að vera að horfa upp á þetta í 40 ára. Ég var bara að segja hvað ég þrái. Ég þrái þessa stund að verða, og mér finnst lofandi að mér finnst yngra fólk, jafnvel, á Alþingi vera farið að kveikja aðeins á perunni. Yngra fólk, það má segja það, að það er farið að kveikja á perunni og það setur þetta allt í sambandi við auðlindir þjóðarinnar. Já. Þá fiskin, heitt vatn, kalt vatn, rafmagn og alls konar. Það er jákvætt og við reynum að vera bjartir og horfa björtum augum
til framtíðar. Já, ég nenn ekki að vera í einhverju svartsýniskasti, sko. Nei, Ég bara trúi því að ég vona að ég lifi það, ég er ekki dóa bjarsýn með það, en að það komi þessi stund að fiskveiði auðlindinni verði skilað að því marki að hver sem er, hvort sem það heitir Grétar Mar eða ég man ekki alveg hvað hann heitir tæknimaðurinn hérna, að hérna þið getið veitt ykkur til framfæslu með litlum bát og veiga minnstu og umhverfisvænustu veiðafærunum sem hafa verið notuð við Ísland. Fyrir og síðar. Já. Það er meiri segja, sko, ég hef alltaf staðið fyrir minningu að það væri til eitt veiðafæri sem að væri jafnvel umhverfisvænna heldur en handfæri. Já. Og það væri gildrur. Já. Það er rangt. Já. Já, það ferst alveg furðulega mikill fjöldi hvala í gildrufærum á hverju einasta ári við bæði austur- og vesturströnd Bandaríkjanna og Suður-Ameríku. Já, við látum handfærin, upp með handfærin og vegni þeim sem best í framtíðinni. Við þökkum fyrir okkur í dag. Takk fyrir mig. Takk.